Já, það sannarlega mörgu að huga þegar jafn stór hátíð og fiskidagur mikli fer fram og hingað til mín kominn Kristján Guðmundsson, aðstoðar umhverfisstjóri. Kristján, þú segir mér aðeins frá því, í hverju felst þitt starf? Mitt starf felst í rosalega mörgu. Við sjáum allt sem gert úti í kringum fiskidaginn. Við stýrum með umferðarstýringu, setjum upp skilti og hjáleiðir og alls konar svoleiðis. Hvar þú átt að leggja til dæmis. Við höldum bænum snyrtilegum, sláum öll svæði sem við þurfum að slá, skreytum bæinn. Já, gerum bara allt sem þú sérð að búið að gera úti, það gerir þessi deild sko. Akkurat, þið bjóðu ekkert gestum upp á skítugan bæ þegar koma hér? Nei, það ekki alveg í boði. En hvað þetta langur tími sem fer í svona undirbúning hjá ykkur? Sko, í rauninni byrjar undirbúningurinn sjálfur bara september. Þá fara menn að huga því hvað gekk vel og hvað gekk ekki alveg nógu vel. En svona vinnan við fiskidaginn hefst svona 2 mánuðum fyrr. Og þá eru svona 1-2 af okkar deild sem eru nánast bara í þessu. Svona brot to day allavega. En svo svona 3 vikum fyrr þá bara allt kapp lagt á það að gera þetta eins og á að gera þetta sko. Akkurat. Þegar svona margir koma saman þá þarf líka að stýra fólki og hérna mun allt vera troðfullt á fiskideginu mikla. Komið þið eitthvað að öryggisgæslu, öryggismálum? Já, við sinnum lokunum og hvar á að loka og þannig að þú getur ekkert keyrt bara hérna upp að sviðinu og stíð út. Þú þarft að fara ákveðna leið og leggja í stæði sem búið að merkja fyrir þig. Og það það sem við gerum. Og einhvers staðar þarf að koma öllum þessu fjölda fyrir. Fólki kemur ekki lappandi frá Reykjavík til Dalvíkur. Og þá þurfum við að finna bílastæði fyrir einhverju 1000 bíla. Það hefur gengið. Akkurat. Fólk að koma hérna líka til þess að dvelja, þetta ekki bara á þennan eina viðburð endilega? Nei, fólk kom hérna fyrir verslunarmannahelgi. Bara til að tryggja sér sitt pláss á tjaldsvæðinu. Og það alltaf að lengjast og lengjast. En alltaf aðaltrukki kemur núna bara föstudag og laugardag. Þannig að þá byrjar þetta fyrir alvöru. Kannski rétt að vinna menn á að vera þolinmóður í umferðinni. Hún á eftir að ganga aðeins hægar en venjulega. Já, hún gengur hægt, en hún gengur og ef þú hlýðir fólkinu sem segir hvað þú átt að leggja, þá allt eins og dáið. Leið og þú ferð að stoppa og kvarta og komast nær, þá ert þú að hægja á öllum hinum sem fyrir aftan þig. Þannig að ég myndi ráðleggja það. En svo líka öll tiltektin sem fer fram eftir hátíðina. Já, svo þarf að ganga frá aftur. En það tekur aðeins styttri tíma en vinna. En það mjög mikilvægt að huga öllum þessum hlutum að því að smá hugsanleysi á þessu sviði getur komið óorð á hátíðina allar hreinlega. Já. Þetta náttúrulega úthugsað, þetta í 19. skipti. Það aldrei vesen. Þetta gengur allt og fólk jákvætt og hlutirnir taka bara tíma. Og þegar þú ert búin að pæla í hlutunum hvernig þú að gera þetta og það virkar, þá halda með því bara áfram sko. Hérna á hátíðinni, það lagt upp með þessi fjölskyldu hátíð og það allt frítt líka? Já, það svona stóri kosturinn. Þú getur komið til Dalvíkur þessa helgi og nánast bara geymt veskið. Það enginn að selja neitt. Börnin ekki að tuði, að kaupa hitt og þetta. Og já, þú átt bara að hafa gaman. Njóta þess að vera hérna. Það ekkert að hverfa 1000 kallinu veskinu í Tívolí eins og á mörgum hátíðum? Nei, alls ekki. Og þetta eitthvað sem þið leggið upp með og hafið alltaf lagt upp með? Já, fiskidagurinn bara búinn að berjast í þessu. Fólk ekki hleyptingar til þess að selja varning. Og það líka það sem gerir fiskidagurinn svona smá sérstöðu. En þetta búið að taka vinnu fyrir fiskidagsnefndina líka. Já. Það vilja allir koma og selja hérna. Það fullt af fólki hérna. En þetta hefur gengið og vonandi gengur þetta áfram. Er það ekki akkurat málið? Svona tekur maður sjálfur á móti í gestum, maður ekki að reyna að selja þeim eitthvað, heldur taka vel á móti þeim? Þú ert að bjóða í veislu, skilurðu? Já. Bæði hérna niður á Höfn að fá þig fisk og svo getur þú komið á risa tónleika kvöldið. Þetta allt saman frítt og þú bara nýtur þess. Kristján, takk hérlega fyrir þetta og vonandi gangi ykkur bara allt í haginn á hátíðinni. Takk fyrir það. Ég ætla að senda boltann yfir á handverkshátíðina, þar sem Rakel komið með góðan viðmælanda. Takk fyrir það, Skúli. Handverkshátíðin ansi stór pakki og það eru margir sem koma að þessu. Óteljandi sjálfboðaliðar. Einn af þeim komin hérna til mín, hann Óskar frá Ungmennafélaginu Samherjar. Sæll Óskar. Blessuð. Hvernig þetta verkefni? Stórt og mikið
og við erum lengi að undirbúa þetta. Við byrjum strax að undirbúa næsta þegar þetta er búið. Og margar hendur vinna léttverk, þannig að margir koma að þessu. Hvernig er svona stemningin í kringum það? Frábær. Það er mikill og góður andi. Ungmennafélagsandi náttúrulega bara, eins og gefur að skilja. Við erum með góðan kjarna sem heldur utan um þetta. Og svo koma alltaf nýliðar inn í þetta líka. Og börnin, ekki má gleyma þeim. Þau vinna stórt verk. Hvað gera börnin aðalega? Þau eru hérna í vaktinni hérna á útgöngum og inngöngum og hjálpa til þar. Og það er kannski bara svona megnið af krökkunum í skólanum sem koma hérna og vinna alla dagana. Ekki kannski allan daginn en hérna, já, vinna í hópum og passa upp á inngangana. Að fólk komi og sýni arböndi sín. Og þetta er ansi mikilvægt fyrir hérna svona félögin hérna í sveitinni. Þið hafið eitthvað uppbrúsuð það ekki fyrir ykkar svona liðsfólk? Gríðarlega mikilvægt, sérstaklega eins og fyrir ungmennafélagið. Þá erum við að ná að borga niður gjaldið fyrir börnin okkar. Þannig að börnin okkar eru ekki að borga himinháar upphæðir fyrir að stunda íþróttirnar sem eru fjölbreyttar. Þannig að við getum líka boðið upp á fjölbreytt íþróttuúrval fyrir alla. Og krakkarnir eru bara heldur betur til í þetta og alltaf til í að mæta og hjálpa til? Já, ég hitti einmitt einn krakka núna áðan sem var að skipta á vakt og hann sagði að þetta væri eitt af skemmtilegasta sem hann gerði á hverju einasta ári. Þannig að já, kannski ekki alveg fyrst þegar koma yngst, en já, vinna þessu upp og fyrsta frábært. Og svo er náttúrulega svo rosalega fjölbreytt flóra hérna af listamönnum og handverksfólki og þetta er kannski svona líka innblástur fyrir krakkana að sjá. Algjörlega, að ganga og sjá hvað er að gerast og sjá hvað fólki er búið að búa til og finnst það mjög spennandi að sjá handverkið, já. Nú er þetta í 27. skipti sem að hátíðin er haldin. Hefur þú verið í þessu lengi? Þetta er örugglega 5. árið mitt, 5. eða 7. Já, sem ég kem að annarkvæmt sem sjálfboðaliði eða skipuleggja á einn eða annan hátt. Og ertu hérna úr sveitinni? Nei, ég er úr Svarfaðardalnum, inn á Dalvík. En er búinn að búa hérna síðan 2012 og fór bara strax í þetta. Og hvernig er að búa hérna í Hrafnagili? Nei, ég bý hérna aðeins lengra inn í sveit. Þetta er bara frábær sveit og alveg frábært að búa hérna. Og handverkshátíðin, hún er svona kirsuberrið? Algjörlega, uppskeruhátíðin má segja, já. Og hvað gerir þið svo þegar hátíðin er lokið? Haldið þið eitthvað upp á það eða eitthvað? Pústum og hvílum okkur. Fáðu ykkur lúr? Já, eiginlega bara, já. En því miður þá er ekki engin svona stór hátíð eftir þetta. En væri alveg hægt að vekja það upp kannski. Já, það væri kannski gaman að hafa eitthvað svona uppskeruhátíð fyrir ykkur. Algjörlega. En heyrðu, bara nú er þetta rétt að byrja, nóg eftir. Þannig að bara gangi ykkur vel og hérna gleðilega handverkshátíð. Takk fyrir það. Heyrðu, takk fyrir þetta. Nú ætlum við aðeins að senda boltan aftur til Skúla. Hann er með eitthvað skemmtilegan út á Dalvík. Takk. Já, takk fyrir það Rakel. Ég er hérna enn á Dalvík, sviðið fyrir aftan mig fyrir stórtónleikana er alltaf verið klárt og til mín í viðtali er komið að Steinar verkefnastjóra. Steinar, hvað er þetta margir sem að koma því að setja upp þessi svið sem að Exton er með hérna á Dalvík? Þessi 3 svið erum við 25 í heildina sem sjáum að setja þetta upp og keyra alla dagskrá og svo pakka þessu aftur. Það lítur að vera gríðarlegt utanumhald að halda utanum svona mikinn starfsmannafjölda og alla græðurnar sem eru hérna. Já, þetta er mikið undan. Við byrjum undirbúning bara svona fljótlega upp á jólum eftir áramótin byrjar undirbúningur og þetta er náttúrulega bara, við erum búin að gera þetta svolítið nokkru sinnum þannig að þetta er endurtekning bara en það er alltaf eitthvað sem að maður skerpir á hverju ári og þetta verður alltaf betra og betra. Hvað er þetta svona í gámum eða þyngd þessi búnaðir sem eru með? Ég veit ekki nákvæmlega í hvaða þyngd þetta en þetta eru 9 45 gámar þeir eru fullir, alveg fullir þannig að þetta er nokkuð, svo er líka búnaði sem er notkun verslunarmannahelgina sem að þarf að koma inn og það síðasti gámur kom í dag. Já. Þannig að það er svona smá skipulagning sem þarf að eiga sér stað og líka bara margir sem að tala við með flutningsaðila og þetta þarf allt einhvern veginn að ganga upp. Það er smá, við Benni erum mikið búin að vera í símanum að hringja í menn þannig að þetta gangi allt upp. Akkurat. Og þetta er líka mikill fjöldi af mönnum sem þarf að vera með á sama stað. Einhver staðar þurfa að borða og gista og það er að mörg að huga þar. Já, það er mörg að huga þar. Við höfum verið að taka með okkur kokk, en gerðum það ekki í ár. Þeir hinn í Bergi, þeir eru hérna umkuð sér yfir okkur og elda fyrir okkur hádegismat og kvöldmat. Og svo kemur inn maður hérna á sunnudaginn og eldar ofan í okkur það sem er lokað í Bergi. En
Við erum með góða gistingu, við fáum góða mat, þegar maður er með þetta tvennt þá er maður bara nokkuð góður sko. Þetta eru langir vinnudagar hjá okkur vantarlega núna? Já, við vinnum frá 9 á morgun til 10 á kvöldin alla daga, svo mögulega eitthvað lengur á morgun þegar þurfum að klára áður en hljómsveitin og annað kemur á laugardaginn. Þetta eru 3 svið, segirðu. Hvar þessi svið hérna í bænum? Við erum með þetta stóra svið hérna, við erum svo með hátíðarsviðið sem er hérna á bryggjunni og svo erum við með sviðsvagn hérna uppi á kirkjunni sem er fyrir opnunina. Og mennirnir þurfa líka að vera tiltækir þegar að tónleikarnir fara fram eða er það öðruvísi mannafli sem er þá á staðnum? Þetta er sami mannafli en við erum færri. Við fækkum aðeins, það er annað gengi sem kemur sem klárar þarna bara í vinnu þegar tónleikarnir eru að byrja. Þeir fara þá bara í hvíld og þeir mæta svo 9 morgunin eftir þegar þeir sem eru að keyra sjóið. Við þurfum að pakka eins á sviðinu þannig að þetta sé ekki út í rigningunni. En svo kemur þeir sem eru ekki í yfirsveitinni koma inn á sunnudagsmorgun og byrja að taka niður. Ég sé að það er mikið að gera hjá Steinar, menn eru konir hérna strax við línuna. Takk að kella fyrir spjallið. Málið. Já, ég er hér líka búinn að grípa hann Bernhard sem er deildarstjóri Exton hjá Akureyri. Bernhard, þeir eru með útibú á Akureyri og eitthvað að græjum þar. Það hlýtur að einfalda svolítið flutningana á öllum búnaðinum. Já, það gerir það klárlega og við erum svona markvisst búin að vera að vinna undanfarið að bæta við lagerinn hjá okkur og bæta líka við vöru úrvali. Erum búin að endurnýja hljóðkerfi, við erum búin að bæta í ljósum, við erum konum með veislutjöld og hoppukastala og alls konar dót sem hefur ekki verið hjá okkur hingað til. Já. Þetta eins og hérna, þessi tónleikar, þetta er fjölþætt verkefni. Það eru nokkrir aðilar sem að koma að því að þetta verði þetta sjó sem að áhorfendur fá að horfa á. Já, þetta eru náttúrulega, við í Exton höfum við verið að sjá sviðin og græjurnar því tengdu. Svo hefur Rick komið og séð tónleikarna sjálfa, skemmtikraftana. Og þið hafa komið að í N4 að taka þetta upp. Og svo erum við björgunarsveitina sem að klára þetta með flugveldasýningu, þannig að þetta eru svona nokkrir lykilpóstar, stórir, sem að láta þetta gerast. Já, það þurfa einhvern allir að vera á tánum svo þetta sé flott. Ef að einhver pósturinn klikkar, þá er þetta ekki eins flott og kapallið þarf að ganga upp alla leið. En það er náttúrulega við búin að gera þetta núna nokkur sinnum og það er komið gríðarlega góð reynsla á þetta og þeim fækkar alltaf tölvupósturum núna á milli sem að menn ganga bara út frá því að allir séu með allt upp á 10 í þessu. Já. Er þetta eitthvað öðruvísi sviði þegar að sjónvarpið er að taka upp? Já, það eru þetta aðrar áherslur sem að eru í upptökum eða sjónvarpsútsendingum. Tengjast aðeins staðsendingum á tækjum og lýsingum. Það þarf að hugsa þetta aðeins út fyrir bóksið, hvernig myndavélin er að grípa augnablikið. Þannig að þetta er svona því leytinu til aðeins öðruvísi en í grunninn svona nokkurn veginn það sama. Stærðargráðan á þessum tónleikum hérna og þeir eru með 3 svið. Er þetta með stærstu verkefnunum á Norðurlandi? Já, alveg klárlega og sennilega eitt af stærri svona árlegu verkefnum á Íslandi held ég heilt yfir. Svona fyrir utan eina auka tónleika sem eru að koma svona inn. En já, klárlega einn sá stærsti, ef ekki sá stærsti einstakki viðburðurinn sem er á Íslandi. Akkurat, þannig að það er mikið undir? Það er mikið undir í þessu, alveg klárlega og það er bara allir að gilla sig í brókorinn að standa sig og láta þetta ganga upp. Þannig að gestir geti skemmt sér. Jæja, þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Það er alveg ljóst að það verður mikil og safarík dagskrá hérna fyrir norðan, bæði á handverkshátíðinni á Hrafnagili og síðan á fiskideginum mikla hér á Dalvík. Við á N4 munum taka upp tónleikana í 8. skipti í ár. Fyrir ykkur sem eru svo óheppin að komast ekki, þá sýnum við frá fiskidagstónleikunum 2018 á laugardeginum og síðan sýnum við fiskidagstónleikana 2019 á vetrardaginn 1. og það er eitthvað sem enginn ætti að missa af. Og í paradís
og gerði honum kvinnu af því. 3, 4, 1, 2 óska góðs, ekki mér það bannað, eftir staupa fylli flóðs, farði hvort á annað. Bara jingla-la-rum-da-rum, bara jingla-la-rum-da, bara jingla-la-rum-da, bara jingla-la-rum-da. Brúðhjónunum óska ég að þau éti vels mér, fiski með fegnum rífi og flotunu ekki hlýði, kjöti með kappi snæði, kvikindi sjónin bæði. Bara jingla-la-rum-da-rum, bara jingla-la-rum-da, bara jingla-la-rum-da, bara jingla-la-rum-da. Brúðhjónanna bolli, best að höndum mér, í tískunni ég tolli og tala svo sem ber. Ávaxti sem mönd í mó, eða grásleppa í sjó, hér á endan boð ég ró, haldið í bygdar við. Bara jingla-la-rum-da-rum, bara jingla-la-rum-da.